Nú sælar, þetta hafi ekki með daginn. Ég heiti Einar Haraldsson og er formaður og framkvæmdastjóri Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags. Nú Keflavík fagnar 90 ára afmæli sínu í dag og í tilefni dagsins þá bjóðum við iðkendum, foreldrum, félagsmönnum, vélunum og bæjarbúum og gestum í afmælissók og til eiga góða stund saman. Nú Keflavík er stærsta íþróttafélagið í Reykjanesbæ með hátt í 1800 iðkendur og tæpa 11.000 félagsmenn. Hátt í 1800 iðkendur og tæpa 11.000 félagsmenn. Félagið samanstendur af aðalstjórn, 8 deildum, 2 meistaraflokksráðum, 2 unglingaráðum og samtals er þetta að telja 97 stjórnendur, auk foreldraráða. Og það talan ekki að nálgast 200 manns. Og þá erum við ekki að tala þá sem koma skipulagningar, móta og keppni. Og allt eru þetta sjálfboðaliðar. Án þessa fólks var ekki hægt að starfa ekki íþróttafélag og skipulagt íþróttastarf og ekki til að gefa þessu fólki gott val. Menn aftur, takk fyrir. Dagskráin hjá okkur fer þannig fram að það eru nokkuð gestum hér sem hafa óskað að taka til máls og af því loknum munum við fá að sjá sýningu frá taekwondo-deild og síðan sýningu frá hreyfingadeild og lokum opnuðu síðan inn í B-sal þar sem býður okkur skúfukaka, kaffi, kristal og svaði og svo gerði allir fengið að pröfa henni ýmsu íþróttagreinar hér á eftir inn í A-salum og svo hlakka ég til að fá að taka spjallið við ykkur bara. Og ennum aftur til hamingju með daginn. Skrifstofa bæjardagsskrá er Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri okkar. Gjörðu svo vel, Kjartan. Já. Kæru gestir, formaður, iðkendur og stjórnarmenn og íbúar. Ég vil fyrir hönd yfirvalda bæjarstjórnar Reykjanesbæjar byrja því að óska okkur öllum innilega til hamingju með 90 ára afmæli félagsins og þakka öllum sem í 90 ár hafa lagt hönd á plóg, íþróttafélögin og ungmennafélagið ekki síst, hafa skipt miklu og skipt sköpum í þróun mannlífs hér í þennan tíma og mig langar til þess að aðeins ef ég má formaður fara hérna yfir nokkra punkta og setja okkur inn í gírinn þann jarðveg sem hér var til staðar þegar ungmennafélagið var stofnað á sínum tíma og ég er hérna með nokkrar tilvitnanir í sögu Keflavíkur. Við höfum öll gott og hollt að því aðeins að hugsa því að það hefur svo margt gerst og mikil þróun orðið á þessum 90 árum. Ég held við áttum okkur illa á því hvernig staðan var í raun og veru. En í öðru myndi sögu Keflavíkur er þráðurinn rakinn fram til 1920. En heldur áfram að fjölga upp kauptúninu því nú er hægt að tala um kauptún að vísu hægt en þó örugglega. Undir lok tímabilsins voru þannig 510 salir í Keflavík. Auk þess sem fleira fólk var á ferli í Keflavík sáust breytingar beinlínis af yfirbragði kauptúnsins því snotur timburhúsabyggð leysti sjóbúðir úr torfi og grjóti á hólmi. Útgerðin festist í sessi og meðal markverðustu nýjunga var tvímælalaust að vélvæðing hófst í Keflavík árið 1908. Mótorbátandi léttu störfin og juku harðin og jafnótt og tilveran hætti að snúast það eitt að halda í sér líktórunni, myndaðist svigrúm, það upp sálinni í hressandi félagsstarfi sem tók á sig mynd á þessum árum. Löngum hafði það verið helsta leið manna til að drepa tíma sem ekki var lagður undir brauðstritið að gleyma sér yfir flöskuskút. Góðtemperastúkan sem stofnað var í Keflavík nokkru fyrir aldamótin 1900 lagði hins vegar blátt bann við slíku.
Í staðinn fyrir óminni áfengisvímunar tefndi stúkan fram hollu félagslífi, böllum, skröllum, leiksýningum, málfundum og mörgum fleiri. Fyrir utan að losa marga af íbúunum undan viðjum Bakkusar munaði ekki minnst framlag stúkunar til að efla félagsþroska og þjálfa viðkomandi í almennu fundastöðum og félagarekstri. Á þessum grunni byggði félagslífi í Keflavík á komandi árum og áratugum. 1920 mátti því heita að lífið væri orðið harla gott, að minnsta kosti miðað við það sem áður þekktist. Flestir bjuggu í þokkalegum húsum, flestir höfðu atvinnu, að minnsta kosti drýgstan hluta árs og nóg að bíta og brenna. Þegar hér komið sögur verður margt með öðru sniði en áður. Í fyrsta lagi hreint ekki nokkuð fyrir það skotið að fjalla verður það annar stað og ég ætla ekki að gera það þannig, það stytta á mig. Grípa hérna niður í stofnun ungmennafélagsins. Ef nefna ætti einn félagsskap öðrum fremur sem tók því hlutverki á góðtemplarafélagum að vera burðarás í félagsstarfi landsmanna á fyrri hluta aldarinnar örugglega að ungmennafélögin kemur fljótlega upp í huga. Eins og sitt á fleira þarlegt aldamótin, þar á meðal góðtemplarafélögin, barst ungmennafélagsandinn hingað frá Noregi laust eftir aldamótin 1900 og náði brottmikil útbreiðslu, ekki síst til sveita. Ungmennafélögin eru beitt vopn í sjálfstæðisbaráttu og áttu ríka þátt í að móta viðhorf aldamóta kynslóðarinnar og fundum voru rætt margvísleg málefni sem þrifa horfðu fyrir land og þjóð og þar að auki tóku félögin víða upp á arma sína ýmis hagsmuna og framfara mál í viðkomandi byggðarlögum. Átti þetta síðastnefna svo sannarlega við Keflavík. Tilraun mun hafa verið gerð til að stofna ungmennafélagið í Keflavík einhvern tíma á þriðja áratug síðustu aldar en sú tilraun fór út úr fúru. En hinn 29. september 1929 kom hins vegar saman hópur fólks í skildi til þess að stofna með sér ungmennafélag. Fyrsta fundargerðin ennþá til og það segir meðal annars nokkur ungmenni komu saman í samkomuhúsinu í Skjöldu í þeim gangi að stofna til félag sem starfaði á grundvelli grundvelli ungmennafélags landsins. Félagsmenn hófust þegar handa við ýmis verkefni en viðfangsefni voru ærin meðal þess helsta sem ungmennafélagið í Keflavík tóku sig fyrir hendur og komandi árum var öflugt leiklistastarf, ýmsar skemmtanir, bæði almenn og innanfélags, utan og innanhús og kaup á samkomuhúsi. Ungmennafélagið stóðu fyrir talæfingum, héldu námskeið af ýmsu tagi ásamt fræðslufundum þar sem fengnir voru fyrirlesarar til að fræða listnemendur hitt og annað. Á fundum voru rædd ýmis hagsmunamál byggðarlagsins og í kjölfarið var hreppsnefndin, nú erum við að koma að málunum, hvött til að beita sig við því að breytingin við á. Af slíkum og nefnum að lögregluþjónninn fengið í Kauptúni að götulýsing verður komið upp í Keflavík og raunar margt fleira. Enn ótalið þáttur félagsins í að byggja upp íþróttastarf í Kauptúninu en UMFK hafði frumkvæði því að fengnir voru þjálfarar í hinum ýmsu íþróttagreinum og stóð fyrir byggingu fyrstu íþróttamannvirkja í Keflavík svo sem sundlaugar og íþróttavallar. Langt skeið var UMFK eina félagið í Keflavík sem hafði íþróttur á sinni könnu, voru áhrif ungmennafélagsins á félagslíf og menningarstarf í Kauptúninu fyrstu áratugina sem það starfaði slík að tæpast hægt að fjalla svo einstök svið þessara þátta án þess að félagið komið þar við sögu. Ég ger ríkulöftunum sem sagt ungmennafélag Keflavíkur sem varð síðan Keflavík var hér mikill og mikilvægur máttastóll í öllu mannlífi svæðisins þó að fókusinn sé fyrst og fremst í dag á íþróttastarf. En þegar maður lesir gegnum þessu sögu þá sér maður kunnugleg stef sem endurtaka sig núna 90 ára síðar, uppbygging íþróttamannvirkja, gera betur, skapa betra aðstöðu, þetta er verkefni eilíðarinnar í rauninni. Við þurfum alltaf að vera að gera betur. Það er líka gaman þegar maður les þessu sögu átta sig á öðrum þáttum sem að endurtaka sig. Þegar maður les þessu sögu þá sér maður fyrir 100 árum var mjög mikilvægt mál í okkar samfélagi að fá lækna til að flytjast hingað. Kannastu við þessi stef? Við erum 100 ára síðan að glíma við sömu málum. Við höldum þessu bara áfram og reynum að vanda okkur við. Ég ætla að færa þér Einar og
dómnefnd frá bæjaröfundum í Reykjanesbæ með bestu kveðjum og ég hefði svo gjarnan viljað að við varum hér á þessum tímapunkti búin að ná niðurstöðu í frekari uppbyggingu íþróttamannvirkja en við vonandi náum að klára það í vetur. Til hamingju með daginn öll og takk fyrir. Já, það er ekki ósum sagt að ungmennafélagið var brautryðjandi hér í upphafi þessa bæjarfélags okkar í dag sem er Reykjanesbær. Næst eru klassi hljóðs, Hannes Jónsson, formaður KKÍ Þjórsárverslunar. Það er ekki að samarbeiði og ekki að taka til máls endur látnum við. Til hamingju með afmælið, Keflvíkingar, og það er okkur einstök ánægja að fá að vera hérna með ykkur í dag á 90 ára afmælinu og okkur langar að fá að nota tækifærið hér á þessum fallega degi að fá að afhenda nokkur heiðursmerki frá Körfuboltasambandinu til þeirra duglegu sjálfboðaliða og einstaklinga sem hafa unnið kröftmikið og öflugt starf hér. En eins og þið vitið að þá náttúrulega er saga Keflavíkur og körfuboltans frá bara upphafi, hægt að segja að hún liggi saman frá bara körfubolti byrjar á Íslandi og Keflavíkur og svæðisins hér. Til þess að halda út í svona öflugu starfi, þá eins og Einar kom inn á áðan, að þá er það alveg klárt að það er starf sjálfboðaliðans. Ég hef rætt þetta mjög mikið á undanförnum árum og við tölum aldrei nóg mikið um það að starf sjálfboðaliðans í hverju bæjarfélagi er mikilvægt. Og ég held að gleymist alltaf oft hjá okkur að þakka sjálfboðaliðum innan íþróttahreyfingarinnar fyrir þeirra öflugu starf. Okkur þykir allt sjálfsagt að allir þessi sjálfboðaliðar leggja á sig þessu miklu vinnu fyrir börnin okkar og fyrir starfið okkar í heild sinni, en við eigum að vera öflugri við það. Við erum frekar duglegri við að gagnrýna og segja að það megi gera allt hitt og þetta betur og nánast skammast í fólkinu okkar fyrir það sem það er að gera. En þetta er fólkið okkar sem er að vinna í sjálfboða vinnu til að halda úti starfinu okkar, saman hvort þessi körfubolti eða aðrar íþróttagreinar. Við eigum að hampa fólkinu okkar eins oft mikið og við getum sem að stendur fyrir því að halda úti því öfluga íþróttastarfi sem fer fram hér í Keflavík og landinu öllu. En þegar kemur að sjálfboðaliðum, þá er líka alltaf erfitt hverjum á að veita viðurkenningar og hverjum ekki. Og þar af leiðandi höfum við hjá KKÍ verið mjög sparsum á það að veita merki. Því að merkin hafa ákveðna merkingu í því að þú hefur unnið mikið og gott starf. Og þetta er alltaf erfitt og það má segja að þeir sem taka við merkjum hér á eftir sé að taka við merkjum fyrir nánast alla þá sem hafa starfað í kringum körfuboltann hér á undanförnum árum. Þið Keflvíkingar, það eru einstaklega heppin með það hafa margir komið að starfinu hjá okkur í KKÍ hjá sambandinu, margir hafa hlotið margar viðurkenningar og núna langar okkur að fá að veita nokkrum einstaklingum í viðbót viðurkenningar fyrir öflugt starf. Þetta eru einstaklingar sem hafa starfað sem sjálfboðaliðar í félaginu, bara við stjórnum. Þetta eru sjálfboðaliðar sem hafa komið að þjálfun, hafa komið að dómgæslu og hafa komið að því að starfa hér til dæmis á ritaraborði. Það er þannig að þetta halda úti körfuboltadeild eða körfuboltastarfi og er fjöldi einstaklinga sem kemur að því. Að halda einn körfuboltaleik er fjöldi einstaklinga sem kemur að því þannig að þetta sé að spila leikinn og krakkarnir okkar fá að spila körfubolta. Þannig að það skiptir afskaplega miklu máli að allir sem eru í kringum starfið okkar fái viðurkenningu fyrir þeirra störf. En að þessu sögðu þá ætlum ég ekki að hafa þetta mikið lengur og mig langar að byrja á því að fá að afhenda silfurmerki sambandsins og mér til aðstoðar er Guðbjörg Norðfjörð varaformaður KKÍ og ég ætla að fá að byrja á að kalla upp þá aðila sem okkur langar að veita hér silfurmerki sambandsins fyrir öflugt starf á undanförnum árum, bæði þá á Keflavíkur sem og körfuboltans í landinu öllu. Ég ætla að fá að byrja á Rúnari Georgssyni á silfurmerki KKÍ.
Næstan vil ég fá til okkar til að taka við silfurmerki sambandsins Sigurður Ingimundarson. Og þá langar mig að fá til að taka við næsta silfurmerki Einar Skaftason. Þá komið að síðasta silfurmerkinu með þá sem ég sýnist vera hér staddir í dag. Við ákváðum okkur önnur merki og höfum við aldrei ræðan að fá það síðar. En síðasta silfurmerki sem við höfum afhenda hér, árum fyrir við gullmerki, Einar Hannesson. Léttur á fæti. Nú, þá komið að því að okkur langar að fá afhenda gullmerki sambandsins. Gullmerki sambandsins næst æðsta viðurkenning sem að sambandi veitir. Það eingöngu heiðurskross sem næstur veittur og hann hafa einungis 4 einstaklingar fengið frá stofnun sambandsins. Gullmerkishafa KKÍ hafa unnið rosalega mikið starf, bæði fyrir sitt félag en fyrir körfuboltann allan á landsvísu. Þeir einstaklingar sem hljóta gullmerki sambandsins hafa því lagt á sig ómælda vinnu fyrir körfuboltana. Og okkur langar að byrja því að fá hérna á gólf til okkar Björg Hafsteinsdóttir. Það hefur Björg unnið ótrúlega mikið starf fyrir Keflavík. Hún ein af okkar öflugustu körfuboltakonum frá upphafi. Hún ein af þessum Það er verið að sletta legendum í íslenskum körfubolta og hefur einnig unnið ómælt starf fyrir KKÍ, bæði sem sjúkraþjálfari og í öðrum sjálfboðaliða störfum. Og Björg því vel að því komin að vera sæmd gullmerki sambandsins. Og eins og ég sagði áðan, þá eru nokkrir einstaklingar ekki hérna með okkur sem við vorum búin að ákveða að sæma merki sem við ætlum bara að gera síðar. En við eigum 1 gullmerki eftir og mig langar að biðja Kristinn Óskarsson að koma inn upp til okkar og taka við gullmerki KKÍ. Kristinn einn af þessum duglegu, frábæru einstaklingum og sjálfboðaliðum sem að vilja okkur einasta degi gera körfuboltann betri og starfið kringum körfuboltann. Hann hefur unnið mjög mikið að dómgæslu, hann hefur alþjóðlegur dómari. Í dag hann alþjóðlegur alþjóðlegur dómara-þjálfari, FIBA instructor. Það má segja það að öll sú mikla framþróun sem við hefum fengið hér á Íslandi og undanförnum árum tengdum dómgæslu sé að mörgu leyti Kristni Óskarsssyni að þakka. Kitti því vel að því komin að vera sæmdur gullmerki KKÍ.
Þú má gefa Sigur og Guðmundur og Ólafur að gott. Aftur til hamingju með afmælið Keflavík. Við hjá KFÍ hlökkum til áframhaldandi samstarfs næstu 90 árin eða lengur við Keflvíkinga og bara njótum þess að vera hérna saman í dag. Takk Hannes og til hamingju því sem voru við viðröð og eins og Hannes kom inn á að þá eru fullt af fólki sem á skilið að fara heiðranir en það er heiðrun enginn sem á neitt skilið þannig bara þannig. Næsta mælgingarskrá er Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri ÖMFÍ, gjörðu Auður Inga. Góðan dag, innilega til hamingju með daginn, kæru Keflvíkingar og aðrir gestir. Ég heiti Auður Inga Þorsteinsdóttir og framkvæmdastjóri ÖMFÍ. Ég flyt ykkur kveðju frá Hauki Valtýssyni, formanni ÖMFÍ. Hann er staddur á Akureyri í dag og allir stjórn og starfsfólki ÖMFÍ. Ég ætla að byrja á því að afhenda Einari Haraldssyni, formanni og framkvæmdastjóri Keflavíkur, smá viðurkenningarskjöld frá Ungmennafélagi Íslands í tilefni dagsins. Hér stendur: Keflavík íþrótt ungmennafélag 90 ára. ÖMFÍ óskar félaginu til hamingju með afmælið og gott starf í þágu ungmennafélagsins. Restin af afmælisgjöfinni, hún kemur með nútímalega hætti, með rafrænum hætti og reikning félagsins eftir helgi. Hamingju með daginn. Fæði til að bíða aðeins í þetta. Það er nefnilega svoleiðis á afmælisdögum, þá er mjög gaman að kíkja aðeins aftur í fortíðina. Og ég fór að fletta upp í gömlum tölum í skráningarkerfi íþróttahreyfingarinnar og það er mjög gaman að sjá á síðastum 10 árum. Þá hefur vöxtur þessa félags verið mjög góður og mikill og hann dreifist yfir allar deildir félagsins. Og það er samkvæmt okkar skráningum voru 1518 einstaklingar sem stunduðu íþróttir hjá félaginu fyrir 10 árum síðan og í dag er þeir 2700. Það er aukning 1200 einstaklinga á 10 árum. Auðvitað veit ég að fleiri einstaklingar sem hafa farið í kerfið en þetta er samt sem áður staðfesting á því mikla og góða starfi sem hér fer fram. Það er í samræmi við kjör ungmennafélagshreyfingarinnar sem er ræktun lífs og lands eða í dag heitir það #betri. Þetta snýst nefnilega allt það að gera betri í dag heldur en í gær og eins og Kjartan kom inn á það, þetta eru framfara og hagsmunamál sem snúa að starfinu og sem snúa að samfélaginu sem við búum. Stærsti sigur, sem fáir hafa kannski rætt mikið opinberlega, er að okkar mati hjá ungmennafélagshreyfingunni sá sigur sem hefur farið fram í hvað varðar forvarnir. Við eigum Evrópumeistara unglinga í forvörnum í dag. Við áttum það ekki 1992. Þá vorum við í neðsta sæti, í dag erum við í efsta sæti og því bara fagna. Ég ætla að biðja að klappa fyrir unga fólkinu okkar í dag. Leið og ég óska ykkur aftur innilega til hamingju, þá óska ég ykkur til hamingju með þennan sigur unglinga okkar í forvarnastarfinu. Því að það eru tveir þættir sem koma mjög skýrt fram í þeim árangri. Það er annars vegar samvæða með foreldrum og það er hins vegar skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf og það er bara tilleikið lykilhlutverk. Til hamingju með daginn aftur og ég hlakka til að koma 100 ára afmæli. Takk fyrir mig. Hér þakka Auði fyrir framlagðu við íþrótt okkar eða þessi ákvæði en einnig fyrir að hann félagsins til þess að fallegu gjöf sem við komum í. Ég spyrir okkur með einhver fleiri sem vilja taka til máls að við förum og hefjum hér sýningu. Svo er ekki að þá er það næst hjá okkur að fá tækvandan hópin til út við Hillunda Hólf og sína okkur
Það er ívíst hvað gert hvernig menn brjóta spýtur og þess aftar. Og það verður líka þannig eftir þú fá kaffið á eftir og fyllingarnir búinir og þá getur þið komið að stengja að pröfa að brjóta spýtur. En taekwondo gjörðu svo vel. Nú við þökkum taekwondo-liðinu fyrir þessa frábæru sýningu. En eins og menn sáu þá var ekki mikið vantar að brjósta spýtur hjá þeim. En við getum ekki að pröfa á eftir, þótt það sé eins verðið fyrir okkur. En ég gleymdi að segja frá því áðan að hérna inn í horni skotið
fyrirmyndir okkar með svolítið að byssum, sína hvað þeir eru með í loftskambussinni og síðan eftir að ég hægt að fara líka í sundmiðstöð og fá að pröfa að skjóta hérna. En nú ætla fyrirmyndir okkar að koma og sína okkur og mér skilst að allir sem þau eru með, það hýttist nú þannig á hjá okkur að flest allir þjálfara fyrirmyndirdeildarinnar eru á þjálfarnámskeiði. Þannig að þau þurftu að breyta út og eru að gera og sína okkur núna svona sínusofna tíma hér fram á æfingu hjá deildinni. Gjörðu svo vel til okkur að gefa það. Take a look in the mirror, what do you see?
to believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got real problems. Some people out of love. Some people think I'm so dumb. But Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion.
innsýn þetta gerist á æfingu hjá þeim, stór glæsilegt og það eru mörg handtökin og mörg greiðir sem það er að taka á og það getur gert þessa hluti eins og þau voru að sýna bara hérna og sástmöðum á þessum yngstu og þeim eldri. En glæsileg sýning eitthvað síður, takk fyrir það. Við verðum líka á eftir, setjum við marki hérna og þeim á knattspyrnunni verðum með fótbolta, ég held að Eyþór Hauksson sé að stýra hérna með þetta skotið fast. Við erum með ratamælingu á því hvað menn geta sparkað fast. En nú er þess eiginlega lokið hér í afsætni okkur þannig að sé og þetta er að opna bara inn í B-salinn, Haflíð og skúmingakaman okkar sem Sigurjón gerði fyrir okkur. Það var 8 metra raun, við settum hérna kaffi skólum ákvað upp en hún er í göngum fyrir aftan og ég held að við ykkur að fara að njóta